Hvað er sólmyrkvi og hvað er tunglmyrkvi og hver er munurinn á þessu? Við sjáum skýringamyndir af þessu hér. Þetta er sólmyrkvi hérna megin, þetta er tunglmyrkvi hérna megin. Þegar það er sólmyrkvi þá gengur tunglið fyrir sólina. Það gerist þegar tunglið er nýtt. Það er að segja þegar sólin lýsir upp hliðina sem snýr ekki að okkur. Við sjáum tunglið eiginlega ekki því að bæði er það nálægt sólinni. En yfirleitt fer tunglið aðeins fyrir ofan aðeins fyrir neðan. Þannig að það er ekki þannig að það sé tunglmyrkvi í hverju mánuði. Sólmyrkvi segi ég, og ekki tunglmyrkvi heldur af sömu ástæðu. En í tunglmyrkva þá skyggir jörðin á tunglið. Tunglmyrkvar eru algengar og sjást á stærri svæðum vegna þess að jörðin er stór og skyggir á tunglið. Það þarf minna til þess að það gerist heldur en að tunglið sem er lítið að það þvælist fyrir sólinni. Þegar við erum með sólmyrkva þá gengur tunglið fyrir sólina og þið sjáið hérna skuggana. Það er annars vegar alskuggi og hins vegar hálfskuggi. Hálfskuggan köllum við deildarmyrkva, alskuggan köllum við sólmyrkva. Og þegar þetta gengur svona fyrir, þá byrjar tunglið að fara fyrir, sjáu þið. Og við þurfum alltaf að passa ef við erum að horfa á sólmyrkva. Það er sólmyrkvi sumarið 2026 hjá okkur, 12. ágúst. Að nota rétt gleraugu, svona sólmyrkva gleraugu, horfa ekki beint í sólina. En þegar að tunglið er komið alveg fyrir, þá verður sólkórónan sýnileg. Hún er það ekki venjulega. Ef að ég stend hérna rétt fyrir utan, þá fer tunglið skakt fyrir sólina. Það er kallað deildarmyrkvi. Deildarmyrkvar hafa alveg orðið nokkru sinnum á síðustu áratugum hjá okkur. En almyrkvi hefur ekki gerst mjög lengi og kemur ekki til með að gerast á Íslandi mjög lengi eftir sumarið 2026. Tunglmyrkvi hins vegar, þá fer tunglið inn í skugga jarðar en það er aðeins öðruvísi. Sjáðu því að tunglið og það sem við sjáum í kassanum hér og hér er það sem við sjáum séð frá jörðinni. Þetta er svona það sem kallinn hérna á að sjá. Fyrst þegar tunglið fer inn í skuggan þá dökknar það og hverfur en svo verður það rautt. Af hverju verður tunglið rautt? Jú, það er út á lofthjúp jarðar. Sólarljósið sem fer hérna, lofthjúpurinn beygir það pínlítið í átt á sólinni. Nei, átt á tunglinu segi ég. Og það er í raun bara ákveðnir geislar sem ná þessari beygju. Það eru rauðu geislarnir sem eru með lengstu bylgjulengdina. Þeir ná beygjunni. Alveg eins og himinin verður rauður á kvöldin þegar sólin er að setjast, þá ná rauðu geislandi beygjunni til okkar, hinir litirnir fara bara yfir okkur. Þess vegna sjáum við meira rautt. Og svo fer tunglið aftur í gegnum smá skugga og svo birtist það aftur því það er komið út úr skugga jarðar. Þannig að sólmyrkvi verður á bara svona rönd og meðan að tunglmyrkvi verður á næstu því hálfri jörðinni í hvert skipti sem hann gerist. Þannig að það er ekkert endilega algengar að það verði tunglmyrkvi heldur en sólmyrkvi, heldur sést hann bara miklu stærra svæði þannig að það er algengar að sjá tunglmyrkva heldur en sólmyrkva. Þannig að þetta er svona stutta útskýringin á þessu hvernig þetta virkar.